lýsa leiðina mína, líkt og stjörnur tvær. Vá, er þetta bíóskjár? Nei, það sýnast ekki. Jú, þetta. Já, hérna erum við stödd. Þetta var gott um tísku. Aftur augun þín. Vá, þessi fréttamaður er algjör gútt. Alveg samanlega. Velkomin í rannsóknarblaðamennsku. Í dag ætlum við að tala enn eitt stórslysið sem mun bætast við í þessari bók. Það er náttúrulega hörmulegra en öll hin stórslysin. Sundhöll Keflavíkur. Þetta er að sjálfsögðu 5. þátturinn af rannsóknarblaðamennsku. Njótið vel. Í dag verðum við í lengri kantinum. Sundhallir eftir Guðjón Samúelsson eru Sundhöll Reykjavíkur, Sundhöll Hafnarfjarðar, Sundhöll Ísafjarðar, Sundhöll Seyðisfjarðar og Sundhöll Keflavíkur sem stendur til að rífa, kannski. Munið hver að ég sagði ykkur að það á ekki að gera grín á dvergum, tungluna mínar. Já, ekki særa dvergana 7. Nei, ég er álfur. Ég er bara 5! Sundhöll Reykjavíkur, hún er mesta, stærsta, ótrúlegasta og flottasta sundhöllin. Fyrsta líka, fyrir framan Sundhöll Hafnarfjarðar. Gaman í firðinu. Gaman á Ísafirði. Einmitt, það er líka sundhöll þar. Sundhöll Ísafjarðar. Það erum við fyrir framan Sundhöll Seyðisfjarðar. Við erum að sigla út. Það má kalla hana Sundhöll Akraness, en hún heitir annars Bjarnalaug vegna þess. Sundhöll Mosfellsbæjar lokaðist fyrir 220 árum. Allt út af því að laugin var svo skítug og það var búið að henda klósettpappír í laugina. Er Sundhöllin lokuð? Hvað? Og ég sem ætla að fara í sund? Já, hún lokaði árið 2006. Já, nú erum við hérna komin niður að innganginum í kjallara hallarinnar og hér er bara ekki færi með þessu lög. Ég sé það. Hún ætti kannski bara að fá betri umhirðu frá sveitarfélagi Keflavík. Verndum höllina! Verndum höllina! Þetta er bygging. Það er alveg hægt að gera hana upp. Verndum höllina! Fyrsti þáttur, rannsóknarblaðamennska, bílar. Skammist ykkar fyrir ekki að hlusta á þessu Magnúsaði við mótmælin. Skammist ykkar. Og aðeins í heita pottana sem eru nú grútskítugir og eyðigjafnir. Er ykkur sama menningarverðmæti? Verndum höllina! Hún er eftir Guðjón Samúelsson! Sterkasta arkitekt Íslands! Verndum höllina! Verndum höllina! Verndum höllina! Einu sinni. En, hundur að því, hún er víst opin. Fer þá ekki í sund, ég verð bara skítugur allan daginn. Snjallir sjálfur og þetta nefaleika élag Eykjanes. Með menningarverðmætin, hún er jú eftir Guðjón Samúelsson, merkasta arkitekt Íslandssögunnar. Rosalega mikið. Til hvers þurfið þið endilega að rífa hana? Það er nóg að lóðum til í Keflavík. Skil ykkur bara ekki. Það er gott að búa í Keflavík ef höllin verður opnið aftur. Já, það er sko alveg satt. Ruslatunna! Þeir rúla kringum, sjáum það eftir. Já, hér er ég komin með Ragnheiði Elínu Árnadóttur. Hvers virði er þessi höll hér fyrir aftan? Mér finnst hún vera mjög mikilsverði og mér finnst hún vera ofboðslega mikilsverði vegna þess að þetta er sagan okkar. Ekki bara húsið sjálft sem að, eins og við sjáum, það hefur nú alveg oft litið betur út en það má alveg laga það. En það er líka bara sagan hvernig hún var til. Þetta er bygging sem að íbúarnir í bænum söfnuðu fyrir og byggðu og lítil börn, hún er í 8 ára, hjálpuðu til. Mér finnst að við eigum að heiðra minningu þeirra og með því að gera hana upp og láta hana gera hana fallega svo að ykkar kynslóð geti líka notið henni.
En hvers vegna, hvernig finnst þér að þessi, finnst þér hugmyndin, hvers vegna á ekki bara að lífa hana? Þetta er bara löng göngustíg. Já, það er sumir sem finnst það og það er ekkert allir sammála að það eigi að vernda hana af því að menn sjá hana svona. En það eru mörg hús sem að við höfum séð sem að eru orðin gömul, sem að verða ljót, sem eru gerð upp og verða svo mjög miklar menningarminjar. Já, við fórum hérna inn og sendum lítileg skilaboð til bæjarstjóra Reykjanesbæjar höllina sem við erum að tala um í þessum þætti. Svo er það bara til hvers, hvað myndir þú helst vilja sjá í leyni hallarinnar? Ég myndi helst vilja sjá eitthvað sem að tengi sundi. Af því þetta sagan hennar er sundlaug. En mér finnst mestu máli skipta við verjum hana, komum henni í bar, friðum hana, komum henni í gott stand og þá er hægt að gera, það eru margar hugmyndir. Sumir vilja setja safn þarna, Nefaleikafélagið núna og þeir vilja hafa þetta fyrir bardagahöll. Ef ég mætti ráða alein þá myndi ég vilja setja einhvers konar heilsulind, ég myndi vilja laga útisvæðið þannig að við getum legið í heitum potti eða sundlaug og hort út á haf og nýta þetta frábæra útsýni sem er þetta bakvið og staðsetninguna sem að var einmitt til þess eða var einmitt valin hér út af nálæðinni við sjóinn. Þannig að við höfum að gera eitthvað þannig að sagan og svona virðingi fyrir byggingunni og öllum þeim sem að byggða hana, að henni verði haldið hátt á lofti. En hver er ástæðis að þessi leið er komin í þetta vonda stand? Það er af því að hún hefur ekki fengið viðhald núna í örugglega 20 ár frá því hún hætti að vera sundhöll. Það var byggð hérna ný og flott sundlaug á öðrum stað í bænum og síðan þá hefur hún bara ekki fengið viðhald. En það hefur aldrei áður verið búið að ákveða að rífa hana þangað til núna og það er þess vegna sem að við erum að berjast í þessu núna. En á þessum tíma það hefur ekki verið svona að vita hvað ætti að gera við hana og það hefur enginn verið að velta því kannski fyrir sér. Kom hérna tímabili í efnahagslífinu sem var erfitt og þá var fólk að gera aðra hluti þannig að hún bara drabbaðist niður greið. Hversu mikil áhrif hafði hrunið á laugina? Ég held að það hafi haft alveg sitt að segja vegna þess að þá voru ekki gerðar nema þær allra nauðsynlegustu framkvæmdir í bænum eins og annar staðar. Þannig að það svona tafðist kannski að taka ákvörðun hvað ætti að gera við hana. Og meðan varð hún ljótari og þá eru margir sem að segja bara rífa þetta og fá eitthvað nýtt og fallegt í staðinn. En ég er þeirra skoðunar að við höfum að hafa sambland af þessu gamla og nýja, að þannig verður bærinn okkar áhugaverður og skemmtilegur. Fullt af ferðamönnum sem koma hérna og það væri hægt að gera eitthvað til þess að laða þá hingað að og láta þá stoppa í bænum þannig að fá setja kaffihús eða veitingastað eða eitthvað sem að dregur að sér mannlíf með þessu nýja. En ef þú hefðir ráðið fyrr, ef þú verið borgarstjóri þegar Nefaleikafélagið fékk laugina, hefðir þú bannað þeim að fá laugina? Nei, það er mjög gott að Nefaleikafélagið er búið að vera þarna síðan hún var hægt að nota hana sem sundlaug vegna þess að þeir hafa haldið henni þó þetta við og þó hún líti illa út að utan þá er hún ekkert ónýtt og vonandi bjarginni. En það kemur í ljós núna 13. ágúst. Takk fyrir þetta. Mín var ánægð. Nú verðum við 2 vikna fríi næstu 2 vikurnar. 2 vikur, bye! Já, þetta er búið hjá okkur í kvöld og þetta getur líka verið búið hjá þér í kvöld. Takk fyrir allt. Ef þú lifir þetta ekki, hvíl í friði. Aftur augun þín skær, ástin mín dagur er fjær, svo vil ég vaka þér hjá, vernda þig ef að ég má, ég horf á þig hitnar mín sál, hverfur orð get ei túlkað mitt mál. Og sefur þú sæl, mun ég vaki yfir þér, sæll að
Sefur þú nú sætt og rótt,